Fjögur Mötley Crüe eru komnir á fóninn og FM 95 Blöð hafi göngu sína þennan, yndislega föstudag. Auðun Blöndal heiti ég og í framtagýr eins og alltaf á þessum tímadags og beint á mótinu sitja tveir góðkunningjar. Þáttarins annar heitir Egill Einarsson, hinn heitir Steinþór Hróar Steinþórsson og ég ætla að byrja á þér, Steinþór Hróar. Hvernig ertu? Ég fyllandi góður og fróandi fínn í dag. Ekki ofboðslega gott að heyra. Já, ég í þvílíkur gír. Hvað gerir þið svona peppaðan í dag? Það er náttúrulega máluna. Justin Bieber er að fara að koma í viðtal til okkar og það er náttúrulega svakalega stóra fréttir. Þetta er eitt vinsælasti maður á plánetun í dag. Já, hann er bara hérna rétt Hann er bara hérna fyrir utan með svona 50 manna gengi og bíður spenntur eftir að fá að koma í viðtal sem við áttum að keyra í gang klukkan 4. En við skulum keyra þá bara, er ekki bara næsta innkoma, það verður að vera þannig. Það er bara næsta innkoma. Egill Einarsson, hvernig hefur þú það? Ég hef aldrei verið betri. Nei, það heyrist, þú ert vel peppaður í röddinni. Bara eins og nýr. Já, hvað gerir þið svona rosalega peppaðan? Ég er að fara á Bieber í kvöld. Myndirðu flokka þess sem belieber? Já, ég er mjög harður belieber. Já, þú ert að fara að hitta hann líka, það er stormur. Já, þetta er frábært dagur. Og það er föstudags uppáhaldsdagur minn. Er föstudagur uppáhaldsdagur? Já. Ég held að laugardagur sé minn uppáhaldsdagur. Nei, þá er helgin búin, sko. Og sunnudaginn eftir, sko. Já, ok. Lífið er leikuð, ég geti ekki verið betri, sko. En þú ert ekkert stressað af það því að þú elskar, þú ert búin að ræða hérna mikið í sumar að þú sett í góðu skapið því að summertime hræðir þið ekkert að veturinn sé að koma? Nei, þú veist, ég er að vera 50. Já. Ég er vanur því að, sko, nú er ég bara svona peppa næsta sumar, sko. Já, ok, en það er bara, það er haust núna, sko. Svolítið snemma að peppinu, sko. Undirbúningur minna það fyrir næsta sumar, sko. Já, ok. En þú stendur, þú funkar þetta veðri. Það er gaman að drutta sig. Ég funkar þetta veðri, það er flott veður úti og bara, eins og ég segi, ég væri bara til að fá mér húpa búba, sko. Menn eru með vind í bakinu. Já, þú varst með vind í bakinu og ætlar að fá þér húpa búba eftir þáttinn. Já, ég geti, svo sem hendi það, sko. En við erum með rosalegan þátt handa ykkur í dag. Ok, fyrir þetta Bieber, hvað ætlar að bjóða upp á? Já, við ætlum að fara í íslensk slúður sem er búin að vera í hálfsárspásu. Já, það verður brakandi fest í dag. Og þú varst að segja mér að slúðri tengir Bieber tónleikunum í gær. Það var vist allt vitlaust. Ég fór á Justin Bieber í gær og það var allt vitlaust og já, ég var vitni af hinn og þessu. Ekki öllu, en ég heyrði margt og sá annað og hérna, ég ætla að fjalla ítalað það í íslensk slúður í dag. Geturðu tísað hlustendur smá hver var að skýta á sig á tónleikunum í gær? Já, því miður þá er þetta svolítið usual suspects. Það eru yfirleitt alltaf sömu menn sem eru með allt niður þessi. En ég heyrði að það verið virtu fréttamaður þarna í einhverju tómið sjónum. Já, það var Logi Bergmann. Logi Bergmann í íslensku slúður í dag, maður. Já, það var vesinn á honum. Það er bara svoleiðis. Það er rosalegt, maður. Þú ert með spurningakeppni, gerist það hans? Já. Hvað er í henni í dag? King of Bieber. Já, ok, þetta er svolítið Bieber tengdur þáttur. Ég meina það er King of Bieber. Það er Bieber fever, sko. Já, það er stærsta stjarna heims er á klakkanum. Hver er líkari Bieber? Það er svona konceptið. Þú vilt alveg vinna þetta, sko. Svo er einkamálið, það er á sínum stað. Já, einkamálið, það er á sínum stað og það er æðislegt í dag. Já, við heyrum líka í, það verður áhugavert símtal hérna eftir líka. Ég ætla ekki að tísa þá að mikið núna, en það er þéttur og góðu þáttur hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Og já, Bieberinn, hann er nú bara að fara að detta hérna inn, þannig að við skulum setja hann bara á fóninn, þannig að hann heyri, ef ekki show him the love, eða? Jú, heyrum bara í honum eftir smá. Bieber, listen. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you and if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you and if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
all the times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Þetta stórkostlegt lag með stórkostlegum listamanni. Það vill svo skemmtilega til að stærsta popstjarna heims núna á Íslandi og hann heitir Justin Bieber, eða stjarnan heitir Justin Bieber. Hey guys. Og hann mættur hérna í spjalla. Justin, I was just telling everybody how I love the song and thank you so much, thank you. How great it is to have you here. Oh, thank you so much. I love Iceland, you know. I actually love Iceland and the nature and the people, you know. I will definitely come back here. Definitely. You've been here before? Yeah, I've been here before. It was great. Last time I was here, it was awesome, you know. I think it's like really good to be here. And we should all be happy, guys. Was that a satisfying visit? Yes, it was. And we should all be happy, guys, to be here and be here together, you know. It's a gift from God. Actually, it's a gift from God. Yeah, a gift from God to be here. Yeah. Be alive, you know. Be alive. It's, you know, present from me to you guys. Yeah, I'm here, you know. We're alive. Thank you. Are you excited for the show tonight? Yeah. I'm looking forward to. Yeah. I was actually playing yesterday also. You know? Yeah. And that was it was actually quite funny because I wasn't singing the whole time, you know. No. But it was good, you know. It was all right. You know, it was all right. It was fine. Yeah. You liked it? Yeah, I liked it. Yeah. The crowd was good and everything was awesome. Okay, nice. And so, what do you have planned for the show tonight? Tonight the show is going to be awesome tonight, guys. Awesome, you know. We have a hot tub backstage. Yeah, did you do something after the show yesterday? Yes, I did actually. Yeah, we went to the hot tub after the show. A couple of girls. It was awesome. There was one guy. It was crazy, you know. It was one guy who called what was his fucking name? You know, Walter Björn. Something like the Walter Björn. Walter Björn. Yes, that was the name. He was like, he's a crazy. Walter. Yeah. He was like a real sex machine. That guy. The Walt man. Yeah, it was crazy. I'm telling you guys. Yeah, he's a friend of the show, so it was nice you met him. Oh, okay. I didn't know it. I didn't know. Walt. Okay. I have to ask you, are you and Selena Gomez? Are you still in contact? Hey, I told you not to go there. Oh, okay. Okay, this interview is over. No. Yeah, hey, I told you guys I didn't want to talk about Selena Gomez. You know, it's over. Hörru, byrjuðum að missa kallinn hérna maður. Bíber! Smárabíó og FM 957 bjóð á sérstaka miðnætur forsýningu myndarinnar Don't Breathe. Laugardaginn 10. september. Yo, I got our ticket out of here. Rumor is this guy is sitting on at least 300K. Boom! 3 ungmenni brjótast inn í hús hjá blindum manni en órar ekki fyrir afleiðingunum. Spennutrillir frá framleiðendum Evil Dead sem að fá frábæra dóma. Man, alright, just let me go! Spennurhraðin hrollvekja sem mun koma þér verulega á óvart. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir næstir í Bíó Paradís kynnir frá leikstjóra Drive og Only God Forgives, The Neon Demon. Beauty isn't everything, it's the only thing. Þegar upprennandi módelið Jessie flytur til LA verður hópur kvenna með fegurðarþráhyggju á vegi hennar. I know what I look like. Women would kill to look like this. The Neon Demon, komin í Bíó Paradís. Hvar endar hinn fullkomna haustlitaferð? Jú, á næsta sölustað. Því potturinn stendur í 47 rauðar, gular og grænar milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Ef þú skrifar skilaboð undir stýri, lítur þú að veginum í alltaf 5 sekúndur.
Á 70 km hraða keyrir þú því blindandi meir en 100 metra meðan þú skrifar. Sjóvá. Litríkt leikár Þjóðleikhússins hafið. Tryggðu þér besta verðið í áskrift núna á leikhúsið.is. Höfðabílar kynna, nýtt og betra útisvæði. Stórir, litlir, nýir og notaðir. Við eigum bílinn fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Captain America og súkkulaði shake. Roadhouse. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það hárrétt að Keiluhöllin í Egilshöll sem býður ykkur FM 95 Blö og já, stærsta popstjarna heims, Justin Bieber farin úr stúdíónu. Hann rauk út. Hittir hann á leiðinni? Hitti hann á leiðinni? Já, ég fór út í eina sígarettu og hann strunsaði fram hjá mér. Hvað ertu að segja við hann? Nei, við höfum bara að spjalla og hann elskar landið og við höfum bara að þakka Guði fyrir að vera hérna öll og skemmtilegt við þetta. Já, ég sammála því. Þetta er frábært strákur. Já, ég trúi því. Þetta var samt bara svekkjandi hann að fara en hann er tónleikar, flottir tónleikar í kvöld örugglega. Já, það eru tónleikar í kvöld í Kórnum og já, við erum nú ekki alveg búin með Justin Bieber því að það er King of Bieber hjá Agli og eftir í spurningakeppninni. Og svo erum við líka að fara að heyra í einum sem er í Purpose túrnum. Það er Íslendingur sem er búin að vera að hjálpa til með túrin og er sennilega bara með út. Það er fárlega, já, það er geðveikt sko. Já, það er æðislegt símtal, það verður gaman að heyra í honum og hann er búin að vinna mikið með honum. Hann getur líka spurt hann út í þetta og svona og en þetta var skemmtilegt að fá Bieberinn. Gaman að staða, við vorum að fá bara stærstu stjörn á plánutunni í heimsókn. Það er náttúrulega ekki sjálfgefið, það er æðislegt. Bara mikill heiður. Það er bara mikill heiður. Það er ekkert allir sem geta það. Það er ekkert allir sem hafa það á CV-inu, hafa hitt hann og verið að spjalla við hann sko. Mér fannst eins og ég þekkt hann. Já, ógeðslega gaman. Þetta er næs gæi sko. Hann var búinn að biðja mig að ræða ekkert Selínu. Nei, ég hefði átt að sleppa það. Fórst í það, já. Ég spyr hann aðeins bara eitthvað hún er líka þetta shit núna sko. Það pirrar hann sko. Og hún er með fleiri á Instagram heldur en Justin, vissið það? Það pirrandi ef hann hætti með henni fyrirverandi svolítið að taka þöndirið af hún sko. Já. Hún kom ekkert til Íslands, Selena Gomez. Ég held ekki. En náðu þú eitthvað að tala við hans þetta? Nei, bara ég rétt, bara fóð fram með hann bara, þú veist, hann 50 manns í kringum hann, ég sá bara alltaf að hann var fúll sko. Ég sá að Þorgeir Ástdals fekk selfie með honum. Já, Toggi. Það er aðeinslegt. Hann bara rauf útsendingu í bylginu og tók selfie. Gaman að því. Já, ég er nú ekki með mikið slúður handa ykkur drengir. Það er ansi lítið að vera. Ég fór nú að leita að slúðri og það er eina sem að gerast að það var tískusýning hjá Kanye West. Já. Og hún var vist hræðileg. Ég er nú í tím Kanye og hann er búin að skýta á sig repeatedly. Þess ég búin að segja við þig undanfæri. Þetta er ástæði fyrir hann er í mínus. Hann er ekki, þú veist, hann er ekki heldur í alveg, hann er ekki nóg pening. Skulda $52 miljónir. Já, ok, hann var alltaf að halda þarna tískusýningu og þau komu allt og seint og svo brotnuðu hælarnir á skónum og leiði yfir einhverjar fyrirsætur út af því og svo heitt og það var allt vitlaust þarna, sko. Hann er með allt niður sig. Bittu. Já, þetta eru leiðenda fréttir, sko. Já. Þetta er ekki hægt, sko. En af því að ég nenni ekki að vera með slúðu núna. Ertu með fleiri móla? Já, sko, við vorum með stærstu poststjörnum í heimi. Ég er svo gaman að þessu, sko. Já, ég ætla að spyrja ykkur. Núna er Justin Bieber búinn að koma. Justin Timberlake er búinn að koma. Já. Þið mætti velja hvað kemur næst. Hvað myndið þið velja? Rihanna. Já, væri ekki geggjað að fá Rihanna. Það var æðislegt. Beyoncé Knowles. En ég væri ógeðslega til í að sjá Kanye West spila. Vístu, vorum að tala um hann. Hann er á listanum mínum. Mér langar ógeðslega að fara. Mér langar ekkert að fara hann. Ekkert að fara? Hvað meinarðu? Myndir ekki fara á Kanye? Þetta er bara eitt flottasti listamann. Ég get að fara og staðið aftast með okkur sík og Hvað það byrja að reykja ef að Kanye West kemur? Myndir þú byrja að reykja? Þú það spenntur fyrir Kanye West, þú myndir byrja að reykja. Rihanna er málur sjóun með glerbúr. Það var ekki ekki að fá hann. Beyoncé er með ennþá flottar að sjóa. Beyoncé er ekkert svo peppar um henni. Ekki, hún er drottningin. Hún er samt svolítið 2008. Rihanna er the shit núna. Sástu MTV-velunin? Queen Bee er ennþá. Ég tek Beyoncé every day fram yfir því öll. Dreftu mig ekki, Blondell. Jú, allar dag. Ok, klukkutími of passion. Beyoncé eða Rihanna? Bara 50-50 held ég. Ég hefði viljað fara á Kanye West Jay-Z-túrin. Já, ég líka. Það er túr sem ég hefði viljað fara á. En haldið þið ef að Beyoncé Knowles eða Rihanna komið inga til landsins, haldið þið að við fáum þau í spjall eins og Justin Bieber? Að sjálfsögðu. En hann rauk út á hann, þá er að því við byrjum að ræða þessa. Þetta er Selena Gomez og lagið heitir Kill 'Em With Kindness. Þeim er einmitt það sem að þau skutu í húg gera. Þau eru svo indæl og fín eitthvað. Þau bara drepa með
Förunautar, það föstudagur, klukkan 20:04 og þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Það Auðun Blöndal, Egill Gils og Steindi June sem standa vaktina eins og alltaf. Og hvernig finnst ykkur þessi glæsilega FM-rödd sem ég að hendi? Þetta var bara æðislegt. Flott innkoma. Eins og besta sem þú tekið lengi. Ég get lofað því, ég fæ SMS frá Rikka G og eftir bara Steindi, hvernig hljómar þetta? Launahækkun og þú verður alla daga. Þú getur verið svona milli 2 og 4 alla daga. Já, bara kynni eitthvað drast. Já, það að koma hérna trukkur bakkandi með glænýjan klukkutíma tónlist og svona þannig gur. Ertu spenntur fyrir tónleikunum í kvöld, Egill? Ég mjög peppaður. Mjög peppaður. Já. Það líka gaman að fara á tónleika sem að þú fer á tónleika og það eru sko 4 ára börn og líka 80 ára gamlir kallar líka sko. Einmitt. Þannig að þetta ekki bara hérna. Það var þannig sko. Ég náttúrulega fór í gærstafar og þú varst í gær? Ég var í gær. Það var svona uppbytun fyrir The Real Show. Já, við getum orðað það þannig því að ég náttúrulega bara mæma allt sjóið þannig ég vona að syngja í kvöld. En það sko, það voru krakkar í stórfiskaleik fyrir framann mannstundum og fóreldrar þetta svona krakkar hætti þessu maður og mömmurnar að taka vídeo og símanna og þetta var svona stemning sko. Það er lagað til. En ég skemmti mér samt konunglega og mér fannst það aðeinslegt. Og ég er belieber. Þú varstu fullur og reiður niður eitthvað hjá allir börnunum eða? Nei, ég var ekki fullur og ég var ekki reiður. Ég var mjög glaður. Ég lagði til að heyra slúðrið og eftir, það íslensk slúður og það var eitthvað sem var að skýta á sig. Það gerðist nefnilega helling á tónleikunum, þannig að við skulum ekki klára þessu umræðu núna. Nei, en við ætlum að fara hins vegar í dagskrárlið sem er búin að vera í góðri pásu og það er einkamálið. Og þessi liður er alveg í þínum höndum, Steindi. Já. Þannig að nú hringi ég bara hvaða nafn viltu? Það er Guðrún. Ok, viltu útskýra þetta eitthvað áður fyrir mig þetta? Nei, þetta snýst aðalega bara það. Ég ætla að hringi í ykkur konu sem heitir Guðrún og þú velur hana. Þetta er bara einhver manneski að handahófi og ég ætla að þykjast að vera að tala við henni á engamál.is í gær og þetta snýst aðalega að dæla út furðulegum nöfnum. Ég vona að hlustendur kannist eitthvað smá við þetta en þetta er þetta mínum uppáhalds dagskrárliðum. Skulum henda okkur í engamálið. Halló. Já, Guðrún. Það er hún. Kottu, sæl og blessuð. Gaman að heyra í hljóðið. Ég ætlaði nú að vera búin að hringja mikið fyrir en ég var eitthvað ég nú aldrei tekið að skarið og hringt en ég var svona hálf ómögulegur eitthvað en ég er hérna bara að hringja á vinnunni heitir Rimmarinn hérna 81. Rimmari 81, hvað er það? Er ég ekki að tala við Almannagjá 43? Almannagjá? Býtu, geti ég hafa verið að tala við þig undir ykkur öðru nafni kannski? Lófasik 48 var ég að tala við undir því nafni eða? Og er þú þá hóstað upp í mig 75 eða? Hvað sér, er ég hvað? Útstæð æð 87, er það þú? Útstæð æð? Já, eða ég geti hafa verið að tala við þig í gær, kannski var ég að tala við undir Head & Shoulders 43 eða standandi skein 82, ég er ekki viss. Eða blóðsjúkdómir 84. Er þetta eitthvað leinifélag eða svolítið? Nei, vorum við ekki að tala saman í gær, bara, ertu með marga akkánta þinn inn á, ertu Dr. 57 eða meðframskúksprump 47 ára eða? Akkánt, hvað mennur þú? Ég get svarað, ég held, mér finnst þess að... Er þetta bankanum eða eitthvað svolítið? Nei, ég er ekki að ringja frá bankanum, sko, er ég ekki að tala við hæ, hó, jippi, ég og snerta með limið 37 ára? Þetta finnst mér ákveðin skellir ef þú kannast ekki við. Munnmökk fyrir tísara kannski? Var ég að tala við undir þrástífu 26, eflaust eða? Vorum við ekki að spjalla saman í gær á engamál.is? Út af hverju? Nei, bara hvort þú ætlaði mikið að taka eitt pilla og eina vöfflu eða kaffi eða eitthvað svona. Ég með nokkra, ég gæti hafi verið bumbulikt 43 ára eða 263 ára eða blóðþrútinn þarmur, ég veit ekki hvernig, var ég ekki að tala við þig? Nei, er þetta engamál? Já. Það var á séns eða eitthvað svoleiðis? Já, ég held að við værum kannski að fara í eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki, kannski þetta er bílaslella eða eitt vídeosleik eða eitthvað. Ég vissi ekki hvað. Ég er nú nokkuð eldri en það, sko. Ég rekna nú ekki með að hafa mikið áhuga fyrir að bara hýtta í hverja 70 kellingu, sko. Nú býttu, ertu prumpupjalla 78, er ég að tala við hana? Prumpupella, hvað er það? Herru, þetta er nú bara ákveð sjokk fyrir mig. Er þetta svona heitin sem að gefa nér á engamál? Herru, ég er bara í nættu sjokki hérna. Ég hlýt að vera að hringja eitthvað vittlust. Ég held alveg örugglega að ég var að tala við hrækt á bakið og kallaði mig Kristínu. En við byrjum bara afsökunar á þessu. Þetta var að hitta Kristínu? Nei, ég held að þetta væri bakkaði lötu sport í bílskurinn á mér og kallaði mig alls konar, kallaði mig fáetan sem ég held þetta væri kannski hann sko, eða hún, ég er örugglega bara í tómu rugli með þetta.
Við fáum kannski bara að skoða þetta. Er þetta einkamál á tölvunni sem fólk að hittast? Já, þetta það sko. Heyrðu, þetta frá séns? Nei, ég held kannski að ég væri bara... Ég held náttúrulega... Góður málum? Nei, ég bara... Eins og ég segi, ég held að ég væri að tala við réttu manneskina, mér finnst þetta... Já, ég nú hvorki Trump. Það er nú lítið að tala við mig og svona lag. Ég held að bara gangið vel. Já, takk fyrir það. Ég ætla bara að kasta skilabóðum hérna út og kóka tjúttu dussun það sem ég ætla að tala við næst. Takk fyrir. Hætti þessu bara út úr tölvunni hjá. Já. Bara bull. Þetta er bara vitleisa, takk. Ok, blöð. Já, bæ. Er að fucking byrja. Ég veit ég komin til að vera. Bara ekki á milli mála. Þetta er Aron Kahn sem er sonur okkar. Já. Við ætlitum. Mikið rétt, hann var leynigestur F95 Blöð á þjóðatíð og er alveg með þetta hrikalega flott lag sem heitir Engin Mórall og þetta er einmitt lagi sem hann tók þar. Já, mikill ostameistari á þarna verið. Ég getum orðað það svoleiðis. Við heyrum reppaðan í manni Íslending sem er að vinna mikið með Purpose túrnum hjá Justin Bieber. Akkurat, það er svolítið svona Justin Bieber þema yfir þættinum. Já, sem er skiljanlegt. Símtal sem við bara heyrum hér á eftir og hann er búinn að vera mikið með honum og búinn að kynna strákna. Hann hafði verið gaman að heyra í honum. Já. En fyrst ætlum við hins vegar í hvort munduru frek, svo líka íslensk slúður sem ekki verið lengt. Það er brakandi fest. Hvenær viltu henda þér í það? Ég er mjög spenntur að láta ykkur vita hvað gekk á tónleikunum í gerð. Já, það bara við hendum í það á eftir. Ég er til. En eru þið tilbúin í hvort munduru frekar? Já. Ég er klár. Egil búinn að setja sig í stellingar. Já, ég líka. Ok, þá kemur hér fyrsta. Hvort myndið þið borða mat með skeggi í það sem eftir er eða labba aftur á bak það sem eftir er að ykkar? Mat með skeggi. Alltaf þegar maður panta sér mat einhver staðar fer kannski á fína veitingastað. Ég ætla ekki að gera veitingastaðinu það en ég var að borða einn daginn á stað sem ég fæ mér fyrir ansa ofta á. Það voru nokkri skeggbrótar í matnum og þá setti ég þetta í síma minn og hugsaði, herru, aldrei geti ég borðað þetta aftur. Og skeggbroddar. Var einhver bara að raka sig? Bara eins og einhver hefur nýbúin að raka sig eða nýbúin að láta snóða sig eitthvað. Að neðan kannski það? Nei, þetta var bara... En sko, málega ástæða það? Finnst það líklegt? En af hverju er þetta svona ógeðslegt að borða hár? Eitt og eitt hár? Já, hefur ekki lent í því að hafa hár í matinn. En þá sérðu allavega, sko, ok, ég fekk hárið, en hvað fekkst þú við vinnir á móti? Þú sérðu ekki skarafa hárin plástur, það er nokkuð ljóst. Já, notaði plástur væri vera. Já, en hvort það ekki? Lappa alltaf aftur á bak eða þurfa að borða allan mat með skegg? Sko, það er nefnilega ágætt að lappa aftur á bak og það er mörg þekkt trikk, ég hef nú sagt frá því áður í þáttinum að það er þekkt trikk að þú ætlar að læðast fram að nóttu til dæmis til að spila tölvuleiki í mínu tilfelli og þá lappa ég inn í herbergi tilbaka aftur á bak. Þannig að ef kærastan mér vaknar þá er eins og ég sé að lappa, hún vaknar bara hvað það gera? Ég er bara, þú veist, var bara að fara á klostið, skilur þá er ég svona að lappa í aftur kemur aftur á bak inn eins og sért að standa eftir að fara fram. Já, ef hún myndi vakna þá væri það bara svona, þú veist mjög gott trikk að koma seint heim á nóttinni. Já, eða seint heim á nóttinni, sko, máttur ekki fara út kannski bara bannar að fara út. En heldur til dæmis þú lappar aftur á bak, bara núna hérna lappaði aftur á bak og takti í hurðarhúnin. Að ég gera það núna? Já, finndu bara hvað þetta er óþægilegt og þú verður að segja allt sem var að fara, þú verður bara að fara út í bíl núna svona opna hurðina, fara út og þú verður gerður en finnstu maður þá að bakka heim eða? Já, nei, þú mátt keyra venjulega þú verður bara að lappa aftur á bak. Sko, málið það, með skeggið eða hárið í matnum mér finnst hvort tveggja það ræðilegt mér finnst allt í lagi að þurfa að lappa aftur á bak og mér finnst fínt að fá eitt og eitt hár, sko þú finnir ekkert mikið fyrir þú veist ekki ég kýst það ekki, ég panta mér ekki eitthvað að geða eitthvað steik og þú mútt endilega að setja smá skegg í þetta er svona bara í sósuna bara svona ég myndi það er samt veðsannlega balta aftur bak ég myndi borða skeggbróta í matnum ég myndi náttúrulega vita líka að ég myndi reyna að pikka út Þetta eru bara tveir hræðilegir valmöguleikar. Já, það er stundum the name of the game. Það var annað lestum eitt svona sem er semi-doable. Þetta er bæði hræðilegt. Já, þetta er enda Lappa aftur á bók er bara ekki hægt. Þetta er erfitt í dag. Þannig að þú myndir taka skeggi í matinn. Og það er alltaf ég verða að velja það. Þú tekur skeggi? Já, þú tókur báði skeggi mat. Herru, við vorum sammála. Já, það gerist ekki oft. Hvort myndir frekar vilja vera með Sjón Havertz eða geta tala við hunda?
Sko til hvers að tala við hunda, þeir eru að kenna neitt. Það væri æðislegt, þú bara heima að slaka á. Þú ert ekki bara að læra neitt, sko. Ræða við pullu. Það segir ekki, þetta var góða punktur, þeir eru heimskar en þú, sko. Já, ég veit, hann spaka verið geggja bara, þú ert búin að kaupa hund og bara spjalla hann herðu, þetta svangur. Já. En þú veist, fyrir að vera, þú tekur alltaf, sko, stólkarperverti á næsta level út með Harvards sjón, sko. Það þarfst ekki að vera með kíki út í bíl með fréttablaði og kleinur. Þá getur verið bara út í bíl og þarft ekki kíki. Það þarf bara að vera með kleinurhingi. Það þarf bara kleinurhingi og fréttablaði. Og fréttablaði. Ég sko, málið það, stundum með mér heima, maður slakur, klukkan orðin korter yfir 11. Þá nennir þú kannski ekki að fara að byrja á nýrri bíómynd og þú ert bara svona slakur í sófanum og vilt bara kannski horfa á eitt CSI þátt sem bara svona eitthvað heiladautt dæmi. Þekkja ekki og nennir ekki að fara að tala kannski, þú vilt ekki fara að tala um einhverja heimspeki, þú liggur bara upp í sófa með bláa Mariland og ert með annað auga í einhverju CSI þætti og svona heiladautt moment. Þá er þau til að geta talað um hund eitthvað mjög einfalt dæmi. Hann bara, ég er sangur, ég bara, já, ég líka og ég þarf að míga og ég bara, já, ég þarf líka að míga smá og við erum bara svona eitthvað að vera heimskir saman í og hundurinn. Það getur þið sagt við pullu bara, ég nenni ekki með út og þið getur farið að rífast og svona. Já, þá er ég inni og ég bara, hei, slakað á maður og við erum bara á CSI og þú veist, ég myndi vilja tala um hund, bara einfaldar samræður, sent á kvöldi til við hund, ég held að vera æðislegt. Ég hitti hunda kannski, þú veist, 6 sinnum á ári. Þannig að þú tekir sjónina? Já, ég tekir sjónina. Maður græði, ég fórst að hugsa út í þar og geggja að vera bara með, sko, góða sjón en maður þarf ekkert að sjá eins og Harvard, sko. Varst þú ekki með sturlaða staðreynd að Tiger Woods sem er betri sjón en venjuleg maður? Jó, mér minni það. Hann fór í laser og sér betur en... Hann sér betur en 2020. Já. Svo er það síðasta. Hvort myndið frekar vilja vera með ekkert andlit en þið væri með svona auga og bara svona munn en svo væri hitt bara svona eins og plastfatti. Þið væri ekki með andlit. Veit ekki hvað er að tala um? Hvað mennur plast? Bara svona eins og... Bara svona ógeðslega slepp og bara, þú veist, þau eru bara með munn til að tala. Það tala um bara eins og pappin í Kardashians eða? Það er svona, bara svona gæi sem er búin að dæla í sig drasli. Já, bara þið eru ekki með andlit, þið eru bara með augu og svona munn. Bara auga á nefi. Já, ekki nef. Já, bara svona, ekki nef. bara sletta okkur andliti. En ertu með nef? Nei. Og hvað ertu með, bara hólu inn í hausinn í stæðan eyru? Nei, það er bara allt svona slett, fattu ekki, þið eru ekki með andlit. En ef stendi alltaf að taka lykil, hvað gerir hann þá? Úi, taka lykil? Það sem að... Taka kókain? Sem að þetta bara háanum við þessu. Fattu að þetta ekki alveg. En þetta ok, þau eru ekki með andlit, þau eru með augu og bara munnin. Eða ekki tippi. Eða ekki tippi? Já. Ekkert tippi eða ekkert andlit. En tala um penisinn sjálfan eða pungin? Já, það er bara penisinn. Ertu með pungin? Hvað ætlar að gera við hann? Það væri best að vera bara með pung, sko. Getur fjölgaðir, þú veist, til dæmis getur þú með pung og hvernig ætlar að gera það? Bara að það tekist það sprauta tekin inn í eistaður. Á, getur fjölgaðir. Sprauta inn í... Já, þú fer í allt medika og það tekist sprautin í eistaður. Gaman að heyra hvernig þeir gurri egnuðu spannið eitthvað. Hvað meina, myndur þú vilja fjölgaðir og myndur líti út eins og raskat í framann og... Þetta er bara eðlileg spurning. Það tekur limin að þér. Kannski vil eignast fleiri börn. Sko, ég... Veldu, aldrei aftur lykill, aldrei aftur börn. Hvað er þetta? Sko, ég myndi velja ég hugsa að ég myndi velja plastfésið. Plastfésið, en þú veit og vera með sko bara það eru hlustið, hættu þessu byrj ég bara, það eru einhver sem getur haldið að hann veri alveg í þessu sem er ógæst það veit allra Steinþór, þetta er fyllibitt á að búið sko ég myndi segja það ég myndi halda það ok, það er ekkert andlit nei ok, þú veist, ég veit ekki kannski ég er ekkert búin að hugsa hérna þetta rosalega ég ætlaði bara að fá svör frá okkur sko eða penisinn taktu penisinn að mér okay. Það er bara þannig, þetta var kortmyndur frekar og já, ég veit ekki með það Elsa Holmberg, brandambassador hjá Jack Daniels verður gestakóktelabarþjótt á Græna herberginu á laugardaginn Jack tríóð sér réttu stemminguna frá klukkan 21 á efri hæðinni og svo eftir miðnættið sér stórsöngkonan Stefania Svavars ásamt hljómsveit að halda upp í stuðinni í kjallaranum Græna herbergið, Lækjargötu Crunchwrap máltíðin á Taco Bell er grillu mjúk hveititortilla fyllt með kjúklingi, beikoni, heitri nachosósu, stökkri tostadaskell, sýrðum rjóma og grænmeti. Nachos, ostasósa, miðstarað gósi og prinsi eftirrétt á aðeins 1529 krónur. Taco Bell. Evrópumeistarar athugið, potturinn stefnir í 5,6 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga.
Manchester United, Manchester City, laugardag klukkan 11:20. Tryggður áskrift á 365.is eða sem 1817. Stöð 2 Sport, besta sætið. Hjólaðu í stóran skammt af rétti hjólarans. Tandoori kryddaður hunangskjúklingur með brúnum hrísgrjónum, sætri kartöflu, salati og basildressingu. Safran. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Don't Let Me Down með The Chainsmokers og það nú það sem við reynum að sleppa við hér í FM 95 blöð, það að Let You Down. Vonandi gerist það ekki í dag með Bieberinn en það hins vegar komið að talandi Justin Bieber að við þekkjum mann sem búinn að vera að vinna með Purpose-túrnum og það góðu vinur þáttarins og góðu vinur stöðvarinnar og þetta hann Hjörvar Hafliðarsson og það vita það ekki allir að Hjöppi búinn að vera að vinna með Justin Bieber og var á tónleikunum í gær og á tónleikunum í kvöld og ég svona ákvað að tjekka hvort hann væri að fara að vinna eitthvað áfram með honum eftir tónleikana Já, hann náttúrulega rosalegur Bieber og hefur alltaf verið Já, þessna var bara algjör snill að geta hringt í hann og ég heyrði í honum fyrr í dag þá að því að það var svo mikið að gera hann sagði, Öddi, gleymdu að hringja á milli 5 og 6 eða milli 4 og 6 þá ég bara all in að undirbúa tónleika eitthvað þannig að ég hringdi hann fyrir í dag og við skulum bara heyra hvað að frétta af Purpose-túrnum þetta einkaviðtal hér við Hjörvar sem að vinna með liðinu Já, hann á línunni hérna hjá mér hann Hjörvar Hafliðarsson sem búinn að fylgja Justin Bieber eins og skugginn hérna Ísland Ertu þarna Hjörvar? Sælvinur, jú, það má segja að við fylgdunum eins og skugginn en mitt hlutverk bara að sjá til þess að Purpose-túrin fari sem besta stað Gaman að heyra Nú mátti ég sé að við elstan eins og skugginn en svona mitt hlutverk aðalega að sjá til þess að hér sé allt í staðar meðal annars getið sagt þér frá því að ljósamenn Justin Bieber flutt inn einhver 250 ljós gaggett frá Hollywood einhverju til að vera með á þessu sjói Svo fóru komið hérna 5 LCD 50 tómur skjáir beint frá Hollywood skaggettið þess að vera með á Purpose-túrnum Glæsilegt, það gaman að heyra Hvað eru menn, hvernig hefur hópurinn það? Eru þið sáttu gerkvöldi? Gríðarlega ánægð og Justin sagði þeim sjálfur að Purpose-túrin hefði í raun og verið ekki it really had purpose, sagði hann Já, frábært, gaman að heyra Já, og hérna hann var enda Það kom skemmtilegt atvik upp í gær þar sem hann með heitan pott hérna bakvið og hann var að baða einhverju stelpur og mér fannst hann var búin að vera full lengi Þá sagði ég nú við hann you have to get out of the hot tub if you want to perform Þá sagði hann það sem mér fannst nú býsna gott What do you mean? Já, nákvæmlega en það nú verið að tala hann hafi verið svolítið rólur á sviðinu heldur hann hafi verið of lengi í heita pottinu með Já, en mér fannst svolítið gott, fannst ekki gott það sem hann sagði? Jú, what do you mean? Mjög skemmtilegt eins og lagið. Já, en hann var hérna, það voru margir sem gagnrýndu það, en það sem við á Purpose-túrnum þekkjum að svona gig margóma, það að segja að það eru margar raddir í þessu, þannig að fyrir hann þá þarf hann að mæma eitthvað, en svo syngur hann aftur á móti annað. Já, þannig að þú tekur ekkert mark á þeim sem að væli við því að vera að mæma allt sjóið. Nei, ég held ég tæki meiri marka á Mike Williams sem hérna frá Rolling Stone tímaritinu heldur fyrir á íslenskum almenningi til miður ég held að allir á Purpose-túrnum séu alveg óbúslánaðir þannig að hann alveg svoleiðis óbúslega glaður Hvað að gera akkurat núna? Hvað að gerast núna hjá okkur í túrnum? Það sem að gerast akkurat núna hann var búinn að bóka skautasvell Já, ok. Það á skautum? Nei, hann mætti ekki. Nei, ok. Það var búið að borga 30.000 krónur fyrir svellið. En hann munaði ekkert það að sleppa því. Nei, það kannski segja fólki hverslega stjarnar þetta er. Þetta er 30.000 krónur svell eins og það kostar að bóka. En okkur varst eiginlega engin ástæða til að mæta. Og hann rosalega ánægður og ég held að þetta sé bara sem koma skala á Purpose-túrnum í Evrópu. Já, og ekkert eitthvað svona activity í dag þá fram að seinni tónleika, náttúrulega rosalega spenna fyrir tónleikunum í kvöld. Já, hann hefur rosalega gaman að vera bara í heitapottinum. Og þar líður honum óbúslega vel. Og eins og ég segi, þegar ég sá hann að drífast úr pottinum og hann svaraði bara einfallega what do you mean? Já, þetta er skemmtilegt, það er gaman að því og bara virkilega gaman að heyra þér Hjörvar og gaman að heyra að sé stemming í hópum. Ertu að fara að fylgja Purpose-túrnum alla Evrópu?
Ég á svona vona því frekar en ekki, þetta verður gengið það vel. Já, ég skil. Og hann sé rosalega ánæður. Já, með þig. Og já, ég get svo sem alveg viðurkennt að hann hefur hrósað með töluvert, en... Er þetta ekki góður strákur, Hjörvar? Er þetta ekki góður strákur, Bieber? Sko, hann er rosalega miskilinn, getur sett þér. Og ég held að það er svo fyndið með Justin Bieber að þú þarft að kynnast honum til að meta hana. Skilur hvað við? Af því að hann er rosalega vinur vina sinna. og hann hleypir fólki ekkert svo auðveldlega nálægt þér. Nei. En ég held að sko, stemningin á pappúrstúrnum er alveg frábær. Æðislegt, gaman að heyra. Og bara virkilega gaman að heyra ég hér og gangi ykkur vel með kvöldið í kvöld. Fæ ég ekki að sjá þig í kvöld? Ég mæti þetta í kvöld, ekki spurning. Og ég var búinn að gera ráð fyrir að það er mikið að þungavita fólki í íslensku samfélagi sem verður þarna í stúkunni í kvöld. Þú verður væntanlega þar. Já, maður sér þið þar. Þú verður ekki á gólfinu, það? Já, aldrei að vita, maður takir bæði bara. Já, þannig að þú ert þarna með þungavita fólkinu í stúkunni. Já. Þá óska ég bara þér góður og skemmtunar. Takk fyrir það, vinnur, og takk fyrir að gefa okkur tíma, ég veit að það er mikið að gera. Lítið mál. Ok, nú takk. Takk, vinnur. Þetta er Mike Posner með I Took a Pill in Ibiza. Já. Það var svona eiginlega sumarsmellurinn í ár. En það er komið hins vegar að við ætlum að ræða Jen, hvað heitir þetta sem varst að benda mér á hérna eitt? Ég er að benda þér á að eftir nokkur ári ég hættur að vinna og ég er on a billionaire, það er sem ég er að benda þér á. No. Aha. Þegar ég er búinn að finna a money making machine. Hvað er þetta? Þetta heitir Gem Ísland? Gem, hvort heitir þetta? Gem Iceland. Já, sko, við getum alltaf að opna þetta. Byrjum alltaf að tala um það. Þetta var að koma frétt á Vísi. Og nútímann og... Þetta er alltaf, kemur alltaf þegar einhver gæjar kom með góða hugmynd. Einhver ungir entrepreneurs mæta með góða hugmynd. Þá kom alltaf the haters og segja píramidasvindl, gjaldeyrisbrask, bla bla bla. Ég sé bara unga feska entrepreneurs. En sko málega, þetta byrti sýst í viðskiptablaðinu eða viðskiptasíðun inn á Vísi og fyrirsögnar Íslendingar auglýsa gjaldeyrisbrask sem skjótfenging gróða alltaf auðvelda lífið og menn er að tala um að þetta sé klassiska píramidasvindl. Það er horseshit. Segðu okkur frá þessu. Núna, ég sé náttúrulega núna bara nokkra 16 ára stráka í einhverju Jack and Jones skyrtu og með ódýrt rauðvín og snekju. Hvað sér þú? Segðu okkur það. Ég sé því líka konga og snekju. Ég er eitthvað bara að horfa á vídeóið og það er svona... Það hefði nú mátt greita það, það hefði mátt klippa það kannski aðeins. Svona ef þetta er auglýsing fyrir hópin eitt, þá hefði kannski með fullur virðingu fyrir hópnið sem er að tala um að þeir sé að gera auðveldan pening og verða kannski með kampanj eitthvað svona. Það eru menn með skrúdræfur hérna bara í plastglösum, sko. Þeir eru having a hell of a time. Já, það er bara stemming, sko. Það er alltaf stemming. Ok, með 20 gæði jakkafötum á snekju, allir sitja. Þeir eru ekki allir í jakka. Þannig eru gæja, þetta sé ég 20 hressa entrepreneurs sem eru having a hell of a time á snekju rúndandi ennum bara. Já, ætla þú í þennan hóp? Þú veist það, ef 20 mann sitja 10.000 kalla mann, þá getur þú leikt snekju í klukkutíma. Já, þú sér þessi gæðilega miklu meira klukkutíma, sko. En það sem ég skil ekki sann, sko, hvað gera þér? Fattar þú? Þetta er bara konceptblöð. Já, ok, og konceptið er we're gonna make a lot of money. Það er bara þannig. Þetta er farið að minna með óneitanlega á Entertainment 720 í Parks and Recreation, sko. Því meira sem ég kynni þeir vissu ekkert hvað voru að græða, sko. Þeir voru bara með Detlef Schrempf og einhvern annan NBA-leikmann á launum við að spila körfuboltinn á skrifstofu, sko. Svo spurði hann bara, hvað gerir þið? Því meira sem ég kynni mér þetta, því sannfærir ég með þetta er the real shit. Ok. Sko, ok, ég er búinn að lesa mikið til um það. Ég er búinn að finna held ég gæjan sem er the boss. Það heitir Luke Sjöla. Og það er álöfur gæi. Er þetta ekki Íslendingar eða? Sko, hann mættið vantilega Íslands. Hann er búinn að rekrúta unga, ferska íslenska entrepreneurs til að fara. Það er Íslendinga með þessu Luke Sjöla er á snekkjunni. Það er gæði sem er fremst having a hell of a time. Síðan eru Íslendinga með. En þeir eittu vídeónu út leið og blöðin fór að hringja. Nei, ég ætla að lefa dottið út, sko. Það því að þessi máli er Luke vinnur mikið með Legacy with Luke. Á öllum myndum skrifar hann Legacy with Luke og þannig með hashtagið Legacy with Luke. Þú sér myndar hans ekki að, sínst það ekki nógu peningum? Ég var endur allir til að taka eitt bjórn með honum. Já, þókkulega, því líkur. Og síðan nýjasta statusinn hans, það var með mynda af hverju Sunshine hérna og skrifar I live where people vacation. Hell of a goddamn point. Það eru entrepreneurs. En hvað fengur þessar snekki, veistu það?
Er þetta að leigja sér bara snekki hérna í Íslandi? Ég átt nú peningum og þetta er en entrepreneur, þú leittir snekki sko. Þú ert ekki að leigja snekki, þú ert ekki en entrepreneur. Nei, ég veit. Og til meira sé að skoða þetta, ég er eiginlega 100% á því að þetta er the real shit sko. Ok. Þannig að sko, og hann er líka með mikið peppurum sko. Hérna, þú veist, hann setti mynda sér inn, breytti mynd og það kemur strax komment og gæða boss. Kemur einn gæði, sér annar gæði, damn Luke, boss mode activated. Já, og býtu, fær það til að halda þetta sér 100% legit? Ég næði því ekki alveg, bara því að mennur að kalla hann boss. Sér kemur annar gæði, killing it, segir einn hérna við hann. Já, þetta er skemmtilega og örgulega fínir strákar. Hérna stendur sko augljóst píramidasvindl. Viðskiptafélag ræddu nokkar reynda gjaldeyrismiðlara. Eitt er að segja að vera augljósa svikamiðlu að ræða. Miðlarnir þekktu sjálfur ekki til þeirra, en sögðu þetta vera lagabrot að skipta krónum í til dæmis dollara án þess að hafa heimild til þess. Sko, þetta tengist síðu sem heitir Wealth Generator. Og þú heyrir strax þú heyrir Wealth Generator, það er legit síða. Og því að þú ferð ekki þetta lén Wealth Generator ef þú ert með eitthvað horseshit. Þú getur fengið hvaða lén sem er. Og eina sem ég er að leita hvar skrá ég mig í þessa veislu? Ég hef ekki enda að séð, þú veist. Já, orðan þannig að þetta er ekki þín heimskasta fjárfesting. Skráðu okkur auðvitað í leiðinni. Vonandi gengur þetta auðvitað sem drengjum og vonandi er þetta bara ekkert svindl. Við óskuðum allsins besta að sjálfsögðu. Hér eftir smástund íslenskt slúður. Hannaðu þitt eigið úr á 24iceland.is. Það er bara negla. Landsbankinn og Víking í samvinnu með Þrennu og GoMobile kynna Oktoberfest SHI tónleikaveisla 15. til 17. september í Vatnsmýrinni. Miðasala er hafin á miði.is. Þetta verður alger negla. Búðu undir aðlagast nýjum aðstæðum. Þegar stóri vinningurinn kemur, átt ekki öruglega miða. Draugum 13. september. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Sprengidagur í Debenhams halda áfram alla helgina. Alltaf 25% afsláttur af öllum vörum. Þú mátt ekki missa þessu. Debenhams. Ef þú skrifar skilaboð undir stýri, lítur þú að veginum í alltaf 5 sekúndur. Á 70 km hraða keyrir þú því blindandi meir en 100 metra meðan þú skrifar. Sjóvá. Komdu í Dorma og gerðu frábær kaup núna í september. Memphis, vandaður og sterkur svefnsófi. Tilboðsverð aðeins 69.900 krónur. Planó, nettur og flottur svefnsófi. Tilboðsverð aðeins 49.900 krónur. Láttu drauminn rætast. Dorma, Hollagörðum, Akureyri, Ísafirði og Smáratorgi. Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Ungi herramaður er með tónleika í kvöld og var með tónleika í gær. Þetta er Justin Bieber. Það sé einhver DJ gæi á Íslandi sem er það mikið með lóðurétt að hann veit ekki að Bieber sem er tónleika í kvöld. Það veit allir. Allt Ísland veit. Einhver bóndi á Fáskrúðsfirði sem er ekki hugmyndu. Jó, kannski. Gæti að gera með það saman. En þá fylgist hann ekki með fréttum. Það var skýtsam allt. En það er komin tími á dagskrálið sem heitir Sturluð eða kjaftaði. Hver er bestur í þeim leik? Þú ert búin að vera heitur. Þau verður að gefa það. Steindi, þú varst mjög lélegur í þessu síðast. Já, ég kom kaldurinn. Og vonandi eru hlustendur að giska í bílnum eða heima á sér eða í ræktina hvað sem þeir að gera. Ok. Því að ég vil helst að allir séu með. Og ég les upp 5 sturlaðar staðreyndir. Þar eru ekki allar sturlaðar eitthvað með líi. Og strákandir er að giska hvort þetta sé sturluð staðreyndir eða ekki. Tilbúnir? Já. Það einn af hverjum 18 karlmönnum eru með 3 geirvörtur. Einn af hverjum 18 er með 3 geirvörtur. Maður nú heyrt þetta. Þetta er algengt held ég. Ég held að þetta geti ekki verið. Ég held að þetta sé ekki langt frá því. Sko 18, hvað er í hópi fótbolta eru 18 manns. Já, þannig að það er einn í hverju fótboltaliði sem er með 3. geiruna. En það getur líka verið bara eitthvað nabbi á lærinu held ég. Þetta er bara kalla 3. geirvartan sko. Já, ok, meinar. Ég ætla að henda já á þetta. Þú segir þetta sé satt? Já, ég trúa 3. geirvartinu og væri nú alveg til í að vera minna sjálfur. Hvað 3? Já, bara svona til að geta svona skemmtilegt partytricks, geta sínt fólk geta. Já, það er náttúrulega vittlast í partíinu þú eru síni 3. geirvartinu. Flestir alltaf remúva þetta sko. Já. En ég held að þetta sé ekki svona rosalega algengt en þetta er algengt þannig að þetta þýmmiður horse manure. Steindi Junior er komin yfir. Já! Einn af hverjum 18 er með 3 geirvörtur. Pæli því, þá er einhver okkar vinum. Já, ekki bara, það eru nokkur okkar vinum. Haldið þetta sé feimnismál?
hjá þeim sem eru með þetta? Það var ekki á mér, ég myndi segja strákar, ég er með þriðju geiruna. Þú verður að sjá þetta. Þú ætlar að sýna þetta í partíum. Já, en ef hún væri bara framan í mér myndi ég fjarlæga hana. En ef hún væri bara svona á hliðinni eða á bakinu og svona, þá myndi ég halda upp á hana. Já, ok. Pússa svona í kringum hana. Já, þá er það næsta. Það voru 919 manns sem tóku þátt í stærstu orgíu allara tíma. Hvað sagði það að vera margir? 919 manns. 919 manns. 919 Það sko í orgið. Það er svolítið mikið, það er ekki mikið. Það er bara eins og allir Blönduós færi saman í allir ástæðir bara í ykkur rugli. Já, menn einhvern veginn ekkert að komast fyrir og einhverjir að rekast utan einhvern annan og það getur orðið. Á hvað stóru svæði var það? Var það á handboltavelli? Hvernig ætti ég að vita það ef ég bjóð þetta til og ef ég var ekki búið þetta til þá stóð það ekki. Nefnir svo 990 manns bara á fótboltavelli, það er nokkuð þétt seti bara allan völlin, sko. Já, ég gerum alveg grein fyrir því að 990 manns er slatta fólki. Ef þú varst hann að blöð, gæst þú bara ráað og bara... Ég bara veit það ekki, því ég hef aldrei tekið þátt í orgi og hvað þá stæstu allara tíma. Það var ekkert svona við svona króknum. Ég myndi að haldi ef einhver ætti að vita þetta, þá var það perrin. Það sem er skota á móti. Herðu, sko, ég ætla að því að þetta er svo detailað 919, fattar við? Þá held ég að þú sért eitthvað að hræri okkur. Að þú sért búin að vera að velja ykkur að tölu sem virka. Ég ætla að segja að þetta er horseshit, þetta er bull. Ok. Þetta er bull. Sko ég hefði líka, sko, þetta er meðlega, þetta geta alveg verið rétt. Ég hugsa strax erfitt, sko. Já, maður hugsa strax einhvers staðar, þetta var einhvers staðar í Japan. Maður myndi halda þetta, sko, stærsta orgið að vera ekki 150 mann, sko. Þannig að ég þarf að segja að þetta sé rámt líka. Báðum við vittlust, þetta var rétt. Þetta var stjórnlega stærri. Eftir bara með réttar. Já, var þetta í Asíu það? Það veit ég ekki. Ok. Staðan 1-0 fyrir Steinda, 3 spurningar eftir. Hér kemur næsta, hundar gamla. Hundar gamla? Já. Veðja. Þeir geta, já. Fyrir það sem að fatt ekki gamla. En byrju, hvað ertu að tala um að þeir hittast og eru kannski í hópi og þeir eru að tala saman og veðja? Ég er ekkert að tala um að hittist spilum hundar og spilum póker, sko. Ég veit ekkert hvernig er gamla eða er gamla. Ég sé þannig mynd samt. Já, það er mjög fræg mynd með þess. Ég meina gamla, þá setja kannski eitthvað undir, setja sér eitthvað beinið undir og fara að döflast eitthvað. Það geta alveg verið. Ég meina, hvað veit maður? Maður er ekki sem að vita allt, sko. Ég held að vita allir hlustendur og þú vitir ekki allt, sko. Ég ætla bara að segja nei, það er gamla ekki, hundagamla ekki spilafíklur. Veistu, ég ætla að henda mér á þetta. Þú segir það er gamli? Þeir gamla. Stigavegi, hundar gamla ekki við bjóða til, en hins vegar gamla apar, bara sem við hundar gamli, ekki leiði með þér. Hvað er að leggja undir? Já, ég meina, eins og ég sagði, þeir kannski myndi sikkur að lifrapilsuna eða sikkur beini, þú veist, þeir eru alltaf einhvers staðar í svona skúmaskotum að hanga baku veitingahús. Að veðja á beinum? Hefur einhvern tíma séð hundar að íta beini fram bara svona, ég leggja þetta undir? Já, ég náttúrulega hef ekki séð það, sko, þetta fannst mér þetta að vera eitthvað, ég er bara skeitt, ætlaðu að fara að nutta þessu framann í mig. Allt í sárið hérna. Nei, alls ekki. Hvað er eftir og staðan er 1-1. Þetta er spennandi. Já. Það deyja 15 manns á ári í leiknum Twister. Twister það er þarna litirnir. Það er stórhættulega leikur. Já, setur hendurnar og fæturnar sem að liturinn kemur upp. Ég hef ekki farið í góðan Twister. Nei, ég var einmitt að hugsa að lunga komið tíma á Twister. Á eitthvað Twister? Og dettur þá á hálsinn og einhver vinuðin sem er tad overweight, dettur ón á þig og þú hálsbrotnar. Það er konceptið vantilega. En 15 manns á ári steady, menn það er ekki svo Twister sér rosalega spil í dag. Ég ætla að segja þetta sem bull, þetta er kjaftaði, það deyir enginn í þetta, sko kannski 1 og 1 sko, en nei, 15 á ári. Ég þarf að taka sjansa, út af því að við lítið eftir í þessu, ég segja þetta sé correct. Þú segir að deyir 15 manns á ári í Twister? Ég segja þessi bull. Já, með grálusens. 2-1 Steinda. Þetta bjóð ég til. Ég trú ekki að hann sé að fara að taka þetta í fyrsta skipti. Ég sá bara sá eitthvað starf á Twitter eitthvað Twister-spilu, bara ok, það var gott að bulla þetta. Já, það er þetta frábært fyrir. Vel gert. Já, ég náði þér eitt. Þá komum við síðustu spurningunni, eða síðustu stjórnlega stærnindinni, eða líginni. Og hún hljóma svo. Einn af hvernig 3 karlmennum í London eru of feitir til að sjá oss í tippið. Sko, núna gæti ég beðið eftir þínu svari og svo myndi ég bara segja það sama. Þá er ég búinn að vinna þetta. Ó, það er sniðugt. Hvað ætlar að fara í einhvern varnarleik? Ég ætla bara að halda kjafti á einhvern túnti. Þannig að nú er pressa, þú ert í varnarleik. Nú þarf ég að segja undan. Já, þú voru bara að svaraði.
Hvað var þetta margir sem sá ekki þessu tippi? 1 af hverjum 3 Í London? Já. En standa á spegli. Já, og það er verið að tala án spegl. Hefur þú sagt Bandaríkin eða eitthvað fylgir Bandaríkinum? þá hefði ég strax sagt bara 100%. En London, ég minna, ekki allir þar bara að taka lestir og hjóla allir... Má ég spyrja það einu? Má ég spyrja það persónulega spurningu? Hvort ég sjá með tippi? Nei, þá fer ég hann. Þá lappa ég út og nenni ekki að hanga með ykkur í dag. Ég er bara að hugsa ef að þú byggir í London myndir þú flokkast upp. Ég er ekki með svona stóra bumbu, ég er að gera of mikið úr henni. Og ég er að grennast okkar. Ég ætla ekki að spyrja það því. Ég skal spyrja bara eftir þess að ég ætla að spyrja það. Nei, spurðu mig. Ég ætla að spyrja hvort þú myndir flokkast undir þetta. Hérna, svaraði. Sko, ég ætla að segja, ég maður sem tekur sensa, ég þarf að gera það, því að ég ætla að leyfa Agli að geta að jafna mig, þannig að hann þarf að segja eitthvað annað en ég. Af því annars er ég bara búin að vinna. Þannig að ég fæ líka fyrsta kallið sem er ágætt, ég ætla að segja já. Einn af hverju 3, sagði það? Einn af hverju 3? Ég ætla að segja nei. Nei. Hvað ákvöldu þig? Já, nei, þetta er ekki rétt. Kannski einhver staðar í Bandaríkjunum með einhverju fylki en ekki. Ég hefði sagt það sama á Steinþór, ég það taka sjansinn og Steinþór er búin að taka þetta ekki. Nei, það er jafn 2-2. Yes! Þetta er ekki bráðabirða? Nei. Kannski í lók þáttar. Bráðabana. Ef við finnum einhverja í lókin þá kannski. Í lók þáttar. Ætt. 2-2. Jonas Blue. Við vorum að sko. Hvað var þetta Instagram? Þetta er okkar maður. Bieber, I'm coming for you, sagði Óli Geir ber ofan. Við skiljum hvað því. Á Facebookinu. Það er reynda rosalegt sko. Hann ætla ekki að reyna að sofa hjá hann. Það er eitt sem að þú vildi ræða hérna Steindi. Áður við förum í Íslands slúður sem er rétt handað við horni. Akkurat. Og líka spurningakefni Gilsarans. En það er að koma að marka en limitless pillan. Já, akkurat, við þurfum að tala um það. Ég var líka til að heyra hvað þú er að segja um það. Þetta er geggjumynd með Bradley Cooper. Já, æðislega mynd. Og ég hugsaði alltaf þegar ég var að horfa á myndina, myndi maður ekki alltaf taka þessa pillu ef hún var í boði. Ertu með þetta opið? Hvað heitir pillan? Það er talað um, hún er kölluð limitless pillan. Og þú átt að hugsa þú verður miklu skýrari. Og þeir segja sér engar aukaverkan á sig. Eina sem ég er ekki að kaupa við þetta er að hún á að kosta $50. Sko, það er búið að vera svona lyf í umferð í mörg ár. Læknar mæla mig kannski einhverjum af þeim, allt annað er bara eitthvað kjaftaði. Þú veist, í Bandaríkjunum getur þú sett hvað sem er á markað. Svo er það bara tekið að markaði, sko. En þú getur gert hvað sem er, eins og að gert hann í Bigger, Faster, Stronger eða hvað sem hittar þurr, heimildamindin. Þá sýndu þau bara, þeir gerðu bara kjafta og komum svo bara í búðir. En þetta er sko, læknarnir eru búin að prúfa þetta. Engar aukaverkanir, garanteraði money tilbaka. Þetta hljómar þetta alltaf eins og djöð scam. Myndur þú taka þessa pillu? Ég bara, sko, er að heyra þetta fyrst skipti núna. Sko, þetta er basically, þú verður ekki Superman að þessu, en þú fókusar helmingi betur. Þú verður aðeins slakari, minkar álag og stress. Þú verður einbeittari og nærð bara basically einbyttaði betur og nærða svona nýta heilan meira. Já, minnið verður aðeins betra. Þú ert basically að gefa heilanum smára afstöðu í einhver tíma. Þetta hljómar sem að getur háður þessu. Já, ég held að það hljóta að vera eitthvað. Það lítur að vera. Þú ert ekki að vera, ok, segjum þetta myndi virka. Þú verður aðeins betri í öllu og ert bara svona djúðlega. Setur hann heimskari 3 tímum seinna. Já, aðra pillur. Myndur ekki vera alltaf í pillunum með það? Myndur ekki vera að dæla í síðan? Það þarf að gleypa 3 ára daga, þá er þetta 20 skall dagurinn. Já, það er líka ekkert gott að vera of gáðar, sko, því að þá með áhyggjur allir, sko. Fínt að vera bara svona frekar heimskur, sko. Já, það er skítsam allt og... Já, það er svona yfirleitt fólki sem hefur það best, sko. Það er ekki að hugsa neitt. Ignorance is bliss að einhver. En sko, gefum okkur það. Þetta kom að markaðin í nótt í Bandaríkjunum og þetta var bara búið að vera uppselt síðan, sko. Gefum okkur það að þetta virki. Og þetta sé bara, er ekki aukaverkanir, verður ekki háður þessu og þetta virkar. Og þú getur bara hendir í pillurnar. Hvað kostar ein pilla? $50? Nei, sko, mánaðarskammtur, stakkurinn. Ekki ein pilla, $50. En segjum þetta virki og gefum okkur þetta kostar bara 6.000 skall glasið þessu. Já. Þá myndi ég alveg taka þessu. Við erum bara að fara að panta þetta á eftir sem en ég myndum okkur þetta virki og ég myndu ekki alltaf hendi ykkur á þetta. Ég myndi alveg prófa þetta. Eina sem ég verið hræddur að vera kannski háður þessu. Það mætti alveg kaninn sem bjóða þetta til. Já, þetta er Bandaríkjunum. Eina sem maður sér þegar maður horfir á Hulu, það er lyfjafyrirtæki og auðlis eitthvað. Það er öll lyfjafyrirtæki að búa til eitthvað shit. Er enginn að vera að koma með pilluna með skalla? Það er stóra spurningin. Sá sem að kemur með hana verður moldri. Þú ert bara að fá þér hárkolli.
Hvað áttu við? Það takkir lyf og það bara vex hár? Já, ég var ekkert endilega að tala mig, ég er bara að tala það er svo margir sem búin að missa hárið í heiminum. Það er mjög flottar hárgötur, sko. Já, ég er ekki að... Já, ég er bara að tala það er svo margir sem myndu kaupa svoleiðis töflu. Kolfinna vinkonum mínu með hárkollalegu. Ég er ekki að töfla. Ég hef alltaf... Smárabíó og FM 957 bjóð á sérstaka miðnætur forsýningu myndarinnar Don't Breathe laugardaginn 10. september. Yo, I got a ticket out of here. Rumor is this guy is sitting on at least 300K. Boom! 3 ungmenni brjótast inn í hús hjá blindum manni en órar ekki fyrir afleiðingunum. Spennutrillir frá framleiðendum Evil Dead sem að fá frábæra dóma. Man, just let me go! Spennurhraðin hrollvekja sem mun koma þér verulega á óvart. Fylgstu með á FM 957 og þú getur næstur í með. Hannaðu þitt eigið úr á 24iceland.is. Ég veit alveg að þessi ör ekki fara neitt. Ég verð með þau það sem eftir Það mun bara minnum á að lífið ekki sjálfgefið. Það þarf að vinna fyrir því. Segðu frá. Komdu út með það. Útmeða.is. Landsbankinn og Viking í samvinnu við Þrennu og Go Mobile kynna Oktoberfest SHI Sturlað 3 daga jammæli 15. til 17. september. Miðasala hafin á miði.is. SHI, Viking og Landsbankinn í samvinnu við Þrennu og Go Mobile. Komdu þér í haustgýrin hjá öllum viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér glæsileg sértilboð og grípandi kaupauka með völdum gerðum Aygo, Avensis, Auris, Corolla og RAV4 og meira til. Spurðu bara næsta söluráðgjafa. Toyota. Enska úrvalsdeildin hefur aldrei verið meira spennandi og Stöð 2 Sport með besta sæti. Meistarar síðasta tímabils mæta á Anfield. Rauði herinn ætlar sér að taka öll stigin úr þessum leik. Jürgen Klopp í kjölfarið. Liverpool, Leicester, laugardag 16:20. Tryggður áskrift á 365.is sem 1817. Stöð 2 Sport, besta sætið. Litríkt leikár Þjóðleikhússins hafið. Tryggðu þér besta verðið í áskrift núna á leikhúsið.is. Við bjóðum alla krakka hjartanlega velkomin í barnaherbergið okkar. American Style. American Style. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Þeir sem að hafa aldur til kannski, já. Já, ég meinti það, sko. En það margt að gerast, það náttúrulega tónleikar í kvöld og það allt að gerast. Stór helgi, framöndan. Það eru risaleikur í Kvennaboltanum, Breiðablik Stjarnan og þetta Manchester United, Manchester City á morgun. Með hvort liðinu heldur? Stjörnun eða Breiðablik? Ég þarf ekki að spyrja eil. Erfitt að segja, B.I. Garðabæ en þekki stelpur í Breiðablik. Ég kann mjög vel margir, þegar ég hafa mikið af vinkonum í Stjörnunni. Það eru frábæra stúlkur. En heldur með Blikum? Já, ég Blikið nummer 1, heldur með Blikum. Og við United menn, sko, Mourinho með sitt heima á alla rekord, tekur sitt í kjænslund á morgun. Ég ætla bara að kokki kilsi núna. Mikið saknaði Alan Shearer. Þá var ég að fylgjast með fótbolta. Ég heldur sett svo eini. En það komið núna að dagskráralið sem heitir spurningakeppni. Og mér hans býnu, hvað var þetta þeim að? King of Bieber? Hvað er það? Bara hvort okkar veit meira um Justin Bieber? Nei, bara hvor líkari Bieber, eða þú veist, hver af ykkur Bieber, basically? En núna ég 36 ára, vill ég vera líkur 20 stráka? Viltu vera líkur sexy guy í toppformi sem veitur $150 million? Býta þess. Mies. Hvað er þetta flókið? Mies. Sko, Bieberinn fættur 94, eða ekki? 1994? Ég held að. Já, ég man alveg. Hann á þetta minna kassi í bjóst við, sem ákveðið skellur. En það samt þið vilji vinna þetta. Þetta eitthvað sem þið vilji vinna. En býtu, maður spyrja einu, áður við byrjum. Af því að ég var brjálaður ef þetta fer þangað. Ertu að fara núna, til dæmis, spurning að það hefur farið á snekkju
hefur verið Það bara kemur ljós, Steindi. Það er að þú ert að fara að gefa Ferðu getur betur og spyrir Björn bara, hörðu Björn, erum við komið spurning? Nei, ég meina það er ekki Þú ert ekki að fara að spyrja ykkur spurningu Þú veist ekkert um það Þú veist ekkert um það Hvað spurningakefni, fæ ég trailera, hvernig það? Mér finnst líklegt að það sé verið að fara að gefa einu manni hérna sigurinn Það er alltaf Ákveður heldur það? Ég betur með að segja að svona þegar að horfa á þetta Þetta er nokkuð hérna, ég ætla að sé 50-50 Það kemur Vegas og Stekja Þarna fyrir Það er bara hannig A question And I'm gonna need an answer Is everybody on the floor? We put some energy to this place. I'm gonna need an answer right now. Hann þarf svör strax. Þetta svo steikt. Ekki slokkur þyrlunni? Jú, hann bara kláraðist. Við erum tilbúinir. Við byrjum þetta bara basic hérna. Það staðan 0-0. Hefur þú tekið myndband af þér syngjandi og sett á YouTube? Syngjandi og sett á YouTube? Já. Boom! Bara ég gert það sjálfur að tala með í myndbandi sem ég á YouTube. Þannig byrjaði basically Beat Machine fyrirlega síðan, bara setti Nei, ég hef ekki gert það. Ég hef gert það. Hvernig gerði þú það? Ég var flokkstjóri í Var YouTube komið þegar þú varst flokkstjóri? Já, flokkstjóri í úlingavinni þegar ég var svona 17 ára. Ég man ekki, ég var ungur. Það var ekki internet þegar ég var í úlingavinni, sko. Já, en þá, ég líka yngri þýstakar. 4 árum. Og þá tók ég gítarinn fyrir krakkana og ég samdi lag á staðnum. Og setti þú það sjálfur á YouTube? Og ég söng fyrir krakkana. Það var einhver sem setti þarna fyrir. Já, það var einhver sem setti þarna á YouTube. Það var hópurinn sem við settum inn. Við vorum að stjórna úlinga Facebook. Varstu svona trúður í úlingavinnuna? Nei, ég var flokkstjóri. Ég var bara að skemmta krökkunum. Ég á að fá stig og við tölum ekki um það. Já, ég sammála. Elskar að vera einn í náttúrunni? Já. Þið færi aldrei inn Ég bý í Mosesbæ, sko. Já, því lík náttúra, þú ert að Kentucky þar. Hvað svo að þringi þið blöð? Hvað er þetta? Ég er bara hérna í Heiðmörk. Einn með ráðandum. Nei, veistu okkur að það gerist aldrei? Því ég er slögt á síman þegar ég er öll í náttúrunni. Ef þú hringir mig einhvern tímann, var virku kvöldi, þá getur actually náð mér þegar ég segi ég er í göngutúrin í Reykjavík. Já, ég er bara hérna í Esjunni aðleitn eitthvað ráðandum. Ekki Esjan, Reykjavík, sko. Ég er bara fyrir nátt. Það er 2 stendandi, mjög spennandi. Ertu above average myndalögur? Ég hef alltaf sagt við fólk sem hefur spurt mig að þessu að ég sé Eru margir að spyrja það þessu? Ég hef alltaf Hvað er þetta? Það ertu fullur? Ég hef alltaf litið á mig Hvað var margir spurt hvort þú sett above average myndalögur? Ég hef alltaf sagt það Svarið mitt Langríns, hvað er aðeins? Svarið mitt er að ég væri á góðum degi, á vondum degi ef ég vakna með ljótuna, úið hár og kannski eina ból á enninu þá getum við kallað það að ég væri solid 7 sem er náttúrulega Mér finnst rosalega steikt og bara ákveða þetta sjálfur og líka fólk sé að spyrja reglulega líka bara grillast það sem ég hef á æðinu Ég hef alltaf svara fólki sem spyrir mig að þessu En þegar að ég er með sætuna sem kemur stundu fyrir og setja Apple Beauty Hvað ertu með núna? Og setja Apple Beauty filterin á þá myndi ég alveg slefa stundum upp í 8-7-9 á góðu degi myndi ég segja, það er bara mitt svar og ég segi já þarna Nú ætla ég sem outcomer að segja að þú ert slett sexa núna Slett sexa núna? Já, enda er þetta ekki rosalega góð dagur á mér ég þurfti að vera hraðferð í morgun og ég var í sammála, ég er svona 6-5 í dag Nei, bara slett sexa Steindi kom með 3 púnta En það er samt, 5-man er average Já, ok, menn ef að 5-man er average þá hljótu að slefu við það félagarnir Trúi ekki Ertu above average myndalögur? Já, hvað, er 5-man kannski ekki average? Hvað er Þú hefur verið valið kynþokkum í Íslandingurinn, sko Maður er gott að ég, 20 ára síðan, hvað var hann síðan? 5 ára síðan, 7 ára? Nei, það er svona 10 ára síðan Já, hversu oft girtur þú niður í það meðal til einnig ríkjum? Það er bara áfram með spurningakellina Ég myndi að það segja að ég væri solid svona 7-8 myndi ég segja Það er bara Næsta Þetta er aðeins öðruvísi, smá twist á spurningu sem hefur komið áður Hefur þið farið í engaþóttu á Reykjavíkurflugvelli? Hann lendi þar Já, það er bara því að nú ertu farin að gefa mér stig sem er allt í lagi, ég meina, ég get alveg sleppt í að fá stig núna af því að ég er yfir En byrju, Justin Bieber var að lenda á engaþóttu á Reykjavíkurflugvelli Já, þú hefur bara spurt þessu svo oft og veist Nei, ég hef aldrei tekið fram Reykjavíkurflugvelli En þú veist að ég hef ekki farið engaþóttu, en þú veist að öllu farið engaþóttu Já, en fór hann á Reykjavíkurflugvelli En þú veist að ég hef lent á Reykjavíkurflugvelli Við hefum oft talað um þetta Lent á Reykjavíkurflugvelli Og nú býð ég eftir snerkjunni og Vegas Það koma næst Hefur þú hlustað á Bieber í þveng? Nei Bittu nú við Hef ég hlustað á hann í þveng? Þú sagðist að það var bara einu sem líka einhverju flitt og hvað varst að hlusta á Justin Bieber þá eða?
Ég reyndar að hugsa hvort að Hætt að ljúga Steindi, bara áfram með leikinn. Áfram með leikinn. Ég ekki viss sko. Nei, ég viss, hann hefur ekki gert það. Allir verður ekki að segja nei þarna. Hefur þú stundað one night stand á Íslandi? One night stand? Já, það er gerst. Það er gerst. Já, það hefur gerst. Fímir. Hann gerði það, hann Bieber, þessi er þetta hana. Hann gerði það, hann Bieber. Þú veit svo mikið hláið það er ekki lægi, sko. Ég er bara, klárum þetta Þú byrjar að svitna, sko. Þú er ekki óþægind að svita þetta í útvarpsþættinum, sko. Þessi betur fyrir voru að helviti mörg ár síðan. Það er Hefur þú sagt orður réttu dömu er of seint fyrir maður að segja fyrirgefðu? Er of seint fyrir maður að segja fyrirgefðu? Það bara að sagt þetta orður rétt svona. Er of seint fyrir maður að segja fyrirgefðu? Það er svona sirka. Ég gef sirka. Já, ég hef sagt það sirka, já. Punktur af blöð. Býtu, hvað var það? Hann hefur sagt þetta. It's too late to say I'm sorry. I'm too late to say I'm sorry. Býtu, og ég spurði hvort þú þurfti að segja þetta akkurat svona. Hann sagði nei. Þú hefur aldrei sagt þetta og er of seint fyrir maður að segja fyrirgefðu. Hvernig það? Býtu, ég að spá í því. Ég hlýti einhvern tímann hafa þú Ég er búinn að segja fyrirgefðu, er það of seint? Ég hef alveg sagt eitthvað svoleiðis. Jöfullinn. Þú ert ekki alveg viss á þessu? Þetta er mikið skellunamlega, það er sko, ef þú var ekki punkt hérna, það er 5-4 fyrir blöð. Já. Einmitt. Nei, ég held bara ekki. Það er glata. Þannig að heimskilin, þó sagði verið það. Hefur þú verið með gig og heimtað heitapott og kampavín backstage? Ekki mikið. Hvað ætti maður að biðja um það? Ásáttíð HR eða? En aftur á móti hef ég pott þetta bakur, veislustjórar. Ég hef samt verið að kíka fyrir norðan. Nei, í Vestmannaeyjum. Og þar er sko heitur pottur upp á þakki. Þú baðst ekki með En mér var boðið því. Mér var sagt, þú veist, svo bara veist að því að það er pottur uppi og þú getur bara Hann spurði, hefur þið heimtað heitan pott og kampaðin? Svarið þetta er nei. Já, veist, ef þú bókar í gig sko, nú er góðæri, nú er tækifæri ykkur. Ef við bókar í Landsbankanum eða einhverjum banka á næstunni, þeir drullakert núna, heimtiði pott. En hvernig er það? Ef það var sko hringt í mig Herru, það getur þú komið á veislustýrt og það er stemning og það er flott fólk hérna og ég bara, já, mér líst vel á þetta er í Vestmannaeyjum, akkurat og svo er pottur upp á þakkið, þú getur hendur í hand. Þú baðst, þú sagðir hefur beðið. Þetta er helviti, þetta er að selja þetta helviti vel. Það ekki? Þetta er ekki punktur. Það er til kampavín á staðnum sem ég hefði pottur geta svona fengið eitt glas. Já, en þá ef ég er örugglega skemmt á sama stað, það er bara punkt. Sko, það er 5-4 og við skemmtum alltaf saman. Það er 2 spurningar eftir. 5-4 fyrir mér, eða? Nei, fyrir Blondale. Hefur þú ráfað nakin út á svalir heima hjá þér og teygt úr þér? Já, eins og Bíbelin gerði. Ekki heima, ég hef gert það út í bústa. Já, bara heima hjá þér er bara, það er flokkar sem heimili. Það er alveg gert, já. Ég pissast þetta út í garði. Bara svona. Já, það hleypur í fötunum, við talum hefur lappað allsbör út, teygt úr þér. Nei, ég hef aldrei verið alveg nakin. Aldrei, í nærbuxum. Ég get ekki fara að ljúga því. Steinþór, þú ert með Mosfellsbæ, það er ekkert mikið af fólki þar, þú getur labba út á svalur og teygt úr þig. Já, þú með risasvalur, þú með risapall, stærsti pallur sem ég séð. Já, ég hef bara ekki gert það sko. Þetta vil? Já, en eins og ég segi, ég stundum farið með hundun út að pissa og pissaði í leiðinni. Já, ég meina, hvað heldur að getur hérna inni pissað úti, hvað er þetta eitthvað rugglað? Ein spurning eftir að blöð gæti tekið King of Bieber. Hefur þú sett Bieber á fónin rétt á hann að fara á bak? Nei. Hvað er að ykkur? 5-4 Hanna, blöð er King of Bieber. Það ætlar að fagna því samt. Þú er að fara að Bieber í göld. Það ætlar að fagna því. Ég sá þennan líka sínu tíma. Justin Timberlake. Það er bara Justin eftir Justin. Sínum tíma, vonandi gerir Justin Bieber það líka í kvöld. Við vorum að ræða hérna, það kom spurning á hann hjá honum Agli, eru þið above average myndalegir, og við vorum að þrasa þess hérna, svo ég bara útskýri fyrir hlustendur. Við vorum báðir á því samt að við værum aðeins fyrir ofan. Já, en við vorum að ræða þetta semst að minna, lagið var, hvað er að vera yfir meðalagi hérna myndalegur, og tökum bara dæmi. Þú veist, hvað myndir flokka sem eitthvað sem er alveg á brúninni á að vera above average myndalegur? Alveg svo tæpur á náði. Já. Richard, til dæmis. Þannig að Rikki G, þið finnst hann alveg á línunum að vera hvort hann sé yfir meðalagi fallegur eða ekki? Já, ég meina, 2009 Rikki var mjög huggulegur, sko. Síðan er hann búin að hugsa mjög öllum sömndafarið. En við tökum eins og Hjöppi, er hann above average? Hjöppi K. Já, Hjöppi er helst nokkuð huggulegur. Hann er hávaxinn og svolítið stæltur.
Hann líka svolítið svo Rikki, rockar upp og niður frá að vera í championship shape og ekki in shape og svona sko. Já, Hjöppi væri kannski Gummi Ben Hann hugulegur, mjög hugulegur. Það teljum með myndarlega gæja sko. Já, ég er bara að sjá Nei, ég er bara að sjá hvað línu Farið ljótu vinni það? Nei, hvað ljótu vinni mína? Ég veit ekkert hvað vinni mínu eru ljótir sko. En sko málega það, ég er bara ekki spáð í það Nú er ég ekki að grínast í ykkur neitt sko. Ég sé aldrei ljótt fólk sko. Nei Blokkar það bara út eða? Nei, ég held bara að við séum mjög myndaleg Þetta er mjög myndaleg þjóð Ég er bara að hugsa, ég hef enga ljótan Nei, meðaltal þjóðarinnar geti alveg verið svona solid 7 sko. Plus að fólk metur þetta svolítið Þetta er sko að segja með svo blöðfisk kannski Mér finnst þessi mjög hugulegu blöðvista viðbjóður Þetta er mismöndið fólk Mér hann viðbjóður? Já, þú veist hvað ég veit Þér finnst hann hugulugur? En straka, það er samt ekki hægt að horfa fram hjá klísunni Ef manneski leiðileg þá verður hún ljót og ef manneski skemmtileg verður hún sætari sko. Það er þannig sko. En samt hundleður með þetta með köni samtalið sexy í gæði sko. Alveg fárlega. Það er sumir sem mega bara að vera leðilegir eins og þó að Justin Bieber sé að haga sér eins og Brett þá er hann samt myndalegur Hvað myndirðu ranka Bieberinn? Er hann fullt úr stiga í 10 eða? Sko, stundum finnst mér svolítið sjúskaður þá hugsaði ok, hann er búin að missa hann er komin á dælun og hann er búin að missa síðan sé aðra mynd á honum og hann er kaffibrútum með fína hálgæslu í toppformi og hann rockar greinilega svolítið þannig að ég, sko, hann er mjög hugulur við þurfum að ég set 9-7 á Bieberinn 9-7 á Bieberinn hann bara næstum með fullt hús hann er ekkert aðeinslega myndalur sem ná en þegar hann er með aflita hárið og ógreittur búinn að vaka svolítið og er í skyrtu og annar skyrtu yfir og síðum nærból stundum svona leiður hann að leiður hann er mikið með þátt í sko hvað finnst þér að fara að leggst í? Ég hef séð hann droppa niður í 6. Vá, hann hefur droppað niður í 6? Já, þegar hann er mjög sjúskaður. Hann er svolítið eins og Steindi, hann rockar á milli. Ég myndi þess að segja ég væri solid 8. Elsa Holmberg, brandambassador hjá Jack Daniels verður gestakóktelabarþjónn á Græna herberginu á laugardaginn. Jack tríóð sér réttu stemminguna frá klukkan 21 á efri hæðinni og svo eftir miðnættið sér stórsöngkonan Stefania Svavas ásamt hljómsveit að halda upp í stuðinu í kjallaranum. Græna herbergið, Lækjagötu. Við erum með það. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Góða skemmtun. Komdu í Dorma og gerðu frábær kaup núna í september. Nature's Luxury 1.80 sinum 2 heilsurúm tilboðsverð aðeins 142.490 krónur. Flottir rúmgaflar í miklu úrvali á frábæru Dorma verði. Láttu drauminn rætast. Dorma Holtagörðum, Akureyri, Ísafirði og Smáratorgi. Bjóddu bragðleikunum í veislu og pantaðu hotlan og ljúffengan veislubakka í partíið. Serrano. Fresh, happy, max. Við höfum góða reynslu af snilldar græjum. Tryggðu þér Lenovo fartölvu á frábæru verði allt frá 69.900 krónum. Nýherji. Ef þú skrifar skilaboð undir stýri, lítur þú að veginum í alltaf 5 sekúndur. Á 70 km hraða keyrir þú því blindandi meir en 100 metra meðan þú skrifar. Sjóvá. Haustið er komið í Smáralind og allar verslanir fullar af nýjum haust- og vetrarvörum. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Góða skemmtun. Við bjóðum Justin Bieber velkomin til landsins og bjóðum þér og vinu þínum 2 fyrir 1 á Jójó-ís í dag. Ekki bera harm þinn í hljóði. Tort. Við hjálpum þér að sækja þínar slysabætur. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Larsson og hún ætlar aldrei að gleyma honum, Never Forget You heitir lagið og það var það sem ég var að reyna að æla út um mér hér en það er komin tíma á dagskrárliði sem er búin að vera í góðri pási í FM 95 Blö, einn af mínum uppáhalds sveið með þá og það er íslenska slúðri hjá Steindar Junior. Hárrétt hjá þér, Auðun Blöndal og takk fyrir að kynna slúðri svona vel og fallega inn og sem fyrir er það náttúrulega Steindar Junior sem heldur alfarið utan þennan dagskrárlið og já, og tek jafnvel kannski bara eitt skellin á þetta ekki, ég ætlar ekki að fara að segja það að ég sé bara ábyrgðarmaður á þessu öllu og ég sé bara í tómu rugli og í bullandi neyslu svolítið þinn liður. Nei, við erum allir saman með þáttinn og það er búið að gúttera þetta fyrir löngu hérna allir. Það er ekki heil. Já. Það er bara hannig. Það er klárt. Hefðu, ok. Eru þið klárir í brakandi fest? Já, hvað er að gerast hjá frægum Íslendingum? Herðu, það er svona kannski fyrst og fremst Logi Bergmann. Já. En það er ég við 3 móla og eins og yfirleitt
þá þetta kallmenn. Já. Það eins og stelpurnar sé einhvern meginn aðeins skárri en við í þessu. Það bara, kallmenn eru yfirleitt þekktir kallmenn eiga til að vera að drulla svolítið á sig. Já, bara sem sagt frægar konur á Íslandi kunna bara að haga sér. Kunna bara aðeins betra að haga sér, það svolítið þannig. Logi Bergmann, vinur okkar, já, þetta ákveðin skellur. Hann fór á Justin Bieber í gær. Já, fór Logi? Já, og það bara, þú veist, það bara satt. Þú veist, ég hitt hann á Justin Bieber í gær og hann fór með krakkana sína á Bieberinn og konni með Svaldi. Já. Og hann þarna var bara mjög spenntur og hann mætti í röðina rétt fyrir hádegi og mætti hann í? Já, bara, eftir hádegi segi, já, svona tölitið. Húsið opna 4, já, það náttúrulega myndast hrikalið, þið finnið það í kvöld, þið eru að fara félagarnir, þið finnið það er rosalega röð, annarkvort þurfa að mæta 2 eða rétt fyrir 8:30. Ég ætla að mæta 20:29. Já, þá er röðin að klára, sko. Ef þið mæti kannski, segjum við mæti 6, þá er það hvort þið að fara að byggja 2 tími röð, sko. Ég er alls ekki að mæta 6, 20:29. Akkurat, ég stið það, en hann var mættur áttum 2 litið og svona, hann fór einhvern veginn svona með hverri mínútu sem leiði röðinni, þá fór Logi einhvern veginn svona, hann fór að stressast upp, hann var allir einhvern veginn á yði og hann gat bara ekki verið kyrr og þá var að komast til ljós, sko, hann er svo mikill laumubelíper. Logi Bergmann? Logi Bergmann, og hann er ekkert að segja okkur það, hann er bara heldur upp á kallinn greinilega og krakkarnir hans voru komnir í að segja honum aðeins að róa sig og eitthvað svona og hérna skal ég segja og fólk tók líka sko eftir á Snapchat sem elda Loga á Snapchat, hann var alltaf furðulegur og það leiði alltaf svona stittra á milli snappa hjá honum í röðinni, fattur þú? Hann var alltaf kominn í röðin og var alltaf að snappa röðinni og það voru allir bara, hvað? Það er alltaf fullorðinn maður með börnunum sínum, sko. Og svo þegar það opnaðist inn, þá bilaðist hann. Þá fór hann að hrinda krökkum frá og var allir kófsveittur einhvern veginn svona og dró fjölskyldurinn óð áfram, sko. Hörri, sagði hann, hörri, við verðum að vera fremst. Og Svanhildur, þú veist, hérna bara, slaka þá, ekki kæftaði núna, Svanhildur, bara stað og krakka drullið ykkur aðfram, ég er ekki að fara að missa innkominni á Bieberinn, ég ætla að sjá hvað það byrjar, sagði hann. Þarna var samt að það voru 2 tímar í Bieberinn. Þetta er rosalega ólíkt Loga Bergmann. Já, þú veist, hann var líka hann, þú veist. Ég frétta á honum að það. Fæsi 2-3 gig og svona, skilur við. Og svo, hérna, voru 2-3 tímar í gigið en hann sko, en þegar við komumst inn, þá bilaðist hann alveg gjössanlega og hann var eitthvað að rífast í Svanhildi og sendi dótti sinna, hann vildi ekki hreyfa sig, hann var komin á svo gott pláss, sko, hann vildi ekki hreyfa sig, sko, bara gin og tónik, sagði hann og stelpan hans bara, já, bara gin og tónik, sagði hann og inn að sendi krakkan á barinn og svona og svo loksist þegar Bieberinn mætti, þá bilaðist hann. Þá fekk hann bara klikkast. Hann er mættur, sagði ég. Ekki koma við mig núna, sagði hann. Öskraði hann á dóttir sinna. Ekki koma við mig, Bieber. Please, Mr. Bieber, can you just look at me, Bieber, sagði hann. Og það voru allir og fólki í salnum, það byrjaði að taka snapp af Loga. Það er eitthvað mjög hávaxinn, haustum herrin allir annars. Já, þú veist, og þetta er orðið út allt í dag. Þetta var bara sín. Já, voru allir að taka. Og svo þegar Bieberinn tók sorry, þá bilaðist hann skalf allir svona og hann var orðin grátbólginn eins og allar hérna, marga 15 ára stelpur voru á fremst grátbólginn og svo þegar Bieber hendi viðlagi, þú veist, á sorry leið á viðlagi dattinn þá hérna meig Logi í sig hann bara misti þvag og bara það svona gossaði lyktin út og það þurfti bara að beða hann að fara út, sko. Það bara vinsilegast að fara. Var haldið á hann út? Þetta var bara svona eins og þegar fólk voru að horfa á Bítlana í gamla dag. Hann bara, sko, hann skalvallur grátbólginn og svo byrjaði að dropa niður og svo reið hann ekki við, sko. Ég veist ekki að Logi Bergmann er svo mikill belieber, maður. Hann er rosalegu fan og hann er að fara aftur í kvöld. Það er ég lakka til að hitta hann í kvöld. Þið vitið allavega því. Og hann mætir hann með bleiu. Heyrðu, þá er það Frikki Dór. Friðrik Dór er næsta mólastrakkar og það er Hvað er að frétta Frikka? Hann er að vera í slúðun áður. Mikill Frikki Dór, maður. Já, ég líka bara einn af mínum uppáhalds tónlistarmönnum og frábær vinur minn og það er bara leiðilegt að fyrir að það er ekki Frikki bara uppáhalds tónlistarmönnum okkar á Íslandi? Jú, mér finnst það bara einn af þeim bestu, það er bara hannig. En Logi var ekki svo eini sem var sér til skammar í gær af því að Frikki Dór, sem er náttúrulega bara góðvinur þáttarins og við mikill vinur okkar allra, hann skeitt líka. En það komið 2 til greina að hita upp fyrir Bieberinn. Þannig að það var Frikki Dór og Sturla Atlas. Og svo var Sturla Atlas valinn. Já, þannig að Frikki var Þvílíkt ósáttur. Já, ok. Þvílíkt ósáttur. Já, brjálar. Og hann mæti baksis, sko, fyrir tónleikana í gær og bara til að láta senum en heyra það. Hann fekk að heyra þetta seint, sko.
og hann var komin allir í Glasgow, búinn að vera að liggja í Agri við daginn og svona, og þá sér hann Sturlu Atlas sem bæði og ég hafði ekkert máli að segja, þú veist, hann var bara bókaður og bara hress með það og Frikki gengur upp á honum sko, sem hafa ekkert skilið að fá okkur skít fyrst mér. Hann var crazy og bara taka með henni giggjandi á hægri vinstri það er bara búin að vera öll þessi árið og svo mætið þú bara og það fer allt í hundaskít hvað ertu með mörg views á þarna og svo fer hann svona í síman og er að skoða Sturlaði bara slagur og veist, hann var ekkert að panta þetta rugl ég meina hvað ertu með þetta, byrju að kenna, Snóin hérna er eitthvað lag eftir sem heitir Snóin 90.000 views, 90.000 glaðasti hundurinn með 600 ég ætla ekki bara að ringi Dr. Gunnar og gera lag með honum ég ætla ekki bara að vera ég og hann var bara, þú veist, bara Sturla og bara hvað rugl er þetta og senumenn voru komnir inn í þetta það er að róa Frikka niður og öryggisverðirnir mættir hann bara, já fokk ykkur bara og Frikki sér heitan pottana það var krafa frá Bieber að vera með pott og hann bara hérna, þetta er náttúrulega sko það er þannig þetta er svo ólíkt Frikka hann var líka búinn að liggja í það hann bara pirraði, þú hefur séð Frikka pirraðan hann er brjálaður og það er búið að sjást að búið að vera öllum fréttarsíðu landsins með heita pottin og allt þetta og Frikki hann tekur tilhlaup og stekkur í pottin í öllum fötunum síminn ónýtur, veski fljótandi var allt í rugli þarna og hann einhvern veginn svona hann var ekkert á góðum stað í gær fyrst ég bara að sjá mig fyrir í þessu potti þetta með Bieber og þið skemmtu það sagðan og ég fæ ekkert að fara í pottin og fæ bara enginn að fara í pottin og svo byrjaði hann að rempast svo skeit hann í pottin Jú, það var fljótandi partibaldur í pottinum greinlega búin að vera að borða hérna svona patænúlur fyrir daginn það var þannig áferð á sig og svo var hann náttúrulega bara að vísa út blöytur og óskeindur og allt bara og senum með þurfti að veiða kúkin með háf áður en Justin bara mætti trompaðist þetta var íslensk klúður þetta er náttúrulega ég er annar móla, það eru 3 alltaf 3 hvað gerist það líka, hvað gerist þið í lásum tónleikum í gerð? Þetta gerist ekki á tónleikunum, þriðjumólin hann er bara hérna hann gerist að Keflavík er þetta Siggi Hlö? Nei, það er ekki dáin eða neitt Nei, Siggi Hlö er sprellegandi síðast ég vissi Valdimar, þetta er stórsöngurinn Valdimar hann Valdimar, hann er líka verið nokksum í aðraður ég held mikið upp á hann, ég dýrka Valdimar og þetta er bara leiðilegt að þurfa að segja frá þessu hann er bara þvílíkt duglegur, tók marathon þvílíkt duglegur og ég ætla mér að koma það menna Valdimar, hann er búinn að vera í geðugu átaki en hann lendi í smá rugli núna í Keflavík býr þar og hann var að versla í 10-11, hann var að pikka hámark og hann alltaf er í átaki, búinn að standa sig vel hann var marathonmaðurinn og þið þekkið þetta allt sko svolítið leiðilegt að þetta komi fyrir hann en það er píft á hann að leiðin út það er píft á hann að leiðin út kerfið Bíddu, hvað var ofta og hérna og öryggisvörðurinn gengur á honum og Valdimar bara sverða hann er ekki með neitt á sér og öryggisvörðurinn er eitthvað svona illa til kallaður og nefndi einhver bullshit sko og sagði Valdimar bara tæma vasuna núna eða hann myndi bara gera fyrir hann og Valdimar bara fyrir kerfi sko blása akluskallinn sko hann var að stela nei, hann var ekki að stela og öryggisvörðurinn bara, herru bara núna og byrja bara að rífa vösum og stekkur eða bara á hann sem var svona öryggisvörðurinn var sko þetta var overreacting sko hjá honum og þeir bara veltast og detta okkur að hillur og það eru kunnar þú ekki eigin augum og Valdimar hefur aldrei ég var að kveika hann hefur aldrei komast í kastulega ég vil heyra hvað er þetta þú veist alveg hvað var ekki að nuna núna í þessu rugli hjá hann það gerðist niður mann og Valdimar með kokkring og hann hefur glemt að taka með Justin Bieber, gammalt og gott Far East Movement og Justin Bieber Live My Life þriðja lagi sem er spilað með Bieber í þættinum í dag enda góð ástæða fyrir því hann er með tónleika í kvöld, var með tónleika í gær og eins og flestir á Íslandi vita er þessi popstjarna hér á landinu en það er komið að lokum hér hjá okkur drengjunum í FN95 Blö en það er Egill það er að minna hérna góða söfnun 2 klukkutímar og 29 mínútur og við erum mættir í kórin ég ætla að peppa inn á söfnunina út af því að ég er hrifinn að gera eitt góðverk á dag og kannski er fólk að hlusta sem á eftir að gera sitt góðverk í dag og ég þarf að uppdata fólk hvað það snýst sem sagt Eva Lind Helgadóttir er 3 barna móðir og ekki vanur hlaupari lítur á hlaupum að efina en á morgun ætlar hún að hlaupa fjallamarathon í svissnesku Ölpunum sem er í 1800 metra hæð 42,2 kilometrar og hún er ekki vanur hlaupari þetta er helmingi erfiðar í svona mikil hæð og hún ætlar að leggja þetta á sig
til þess að styrkja sjóð sem heitir Framtíðarsjóður Vignissonar, semst Vigni Greti Stefánsson, margfaldur íslensmeistari í júdó, lést langt aldur fram í desember, mjög sorglegt, og þessi sjóður fyrir Seni Vignis og Silja Ólafsdóttir sem er legend á Íslandi. Og hvar leggum maður inn á? Sko, fólk vil peppa þetta hlaup og hún hleypur á morgun, þannig að fara bara í kvöld já, bara fara, sko, skrifið bara Vignissonar í search á Facebook, þetta heitir Framtíðarsjóður Vignissonar, þá poppar upp þessi like síða, þannig að þetta fylgjast með líka ef í þessu missjóni og þetta styrkja.